Og verið hjartanlega velkomin aftur. Við höfum sagt áður og við segjum það enn, mannlífið út á landi dásamlegt og það blómstrar í öllum hornum. Og til mín eru kominir tveir aðilar sem ætla einmitt að spjalla við mig blómstrandi mannlíf og sem er undir hattinum verkefnið Brothætt byggð. Og þetta eru Gunnar Már Gunnarsson sem er verkefnastjóri Betri Bakkafjörðurs og Arna Björg Bjarnadóttir sem er verkefnastjóri Glæðum Grímsey. Þetta er rosalega vel og fallega stuðluð heiti á þessum verkefnum. Verið hjartalega velkomin. Takk fyrir það. Takk fyrir það. Og gott að sjá okkur. Sömuleiðis, takk. Jæja, hvað er að frétta úr frá Grímsey og Bakkafirði? Viltu ekki byrja þarna? Já, það er nú bara nokkuð gott að frétta á Grímsey. Já. Ég er búin að vera duglega að fara út í Grímsey og er algjörlega heilluð af eyjunni og mannlífinu þar. Það er fullkomlega eðlilegt, skal ég segja þér. Já. Þangað er dásamlegt að koma. Þetta er algjörlega einstakt. Þetta er sko, í mínum huga er Grímsey svona bara Galapagos norðursins. Já. Og með mjög aggressífum skjaldbökum. Mjög. Mér er ekki sama þegar ég er að labba þarna, nú er ég algjörlega áttlaus, en það sem að kríu varpið er. Já, til hægri. Til hægri, ok. Segjum það, til hægri, að já, það eru alltaf aggressívar. Það eru aggressívar, já, ég hef heyrt einmitt þegar þú varst þarna. En já, og það er ekki bara náttúran og þetta ofboðslega mikla fuglalíf og þess áttar, það er líka mannlífið sem er svo heillandi. Þannig að já, þannig að þetta er bara þetta eru svona eiginlega bara bætt ykkur við mitt líf eftir að ég fór í þetta verkefni að kynnast mannlífinu og bara þessari einstöku paradís. En hvað snýst þitt verkefni? Glæðum Grímsey? Það snýst sko upphaflega þá komu íbúar saman fyrir nokkrum árum síðan og settu sér ákveðið markmið. Já. Hvernig þeir vildu byggja upp sitt samfélag, þetta er alltaf samfélag sem hefur átt undir högg að sækja, sett sem markmið var þetta atvinnulíf og samfélag og hvernig, eins og ég segi, vildu byggja það upp. Þannig ég er svona að vinna eftir þessu en til viðbótar kom náttúrulega líka ný verkefni að eins og til þess bara núna eftir kirkjubrunan, það er náttúrulega mjög stórt verkefni að Það var gríðarlegt reiðarslag. Já. Grímseyingar eru ákveðnir og þeir eru djarfir. Já. Þeir ætla bara að sækja fram og byggja sér nýja fallega kirkju. Já, þeir eru alveg ákveðnir í því og þannig að það er komið í svona ákveðin farveg. Já, akkurat. Og þá yfir til Bakkafjarðar. Já. Sko, Bakkafjörður þekki ekki staðinn sem slíkan, en Bakkfirðingum hef ég kynnst og það er skemmtilegt fólk. Ég held einmitt, sko, ef ég á að segja frá einhverjum tíðindum, sko, þá er það helst bara met ferðamannasumar. Já, ok. Í sumar og kannski af því að þetta var sem sagt, annað íslenska ferðamannasumarið í ár, eða sem sagt, 2 ár í röð. Já, já. Og Bakkafjörður, einmitt, kannski staðurinn sem að fólk á eftir að heimsækja. Ég held að það eigi við marga. Já, mitt. Og ég held að ég hljóti nú að hvetja fólk til þess að heimsækja Bakkafjörð og nágrenni því að þessi staðir, ef þú hefur ekki heimsótt Melrakkarsléttu eða Langanes eða Langanesströnd, þá er þetta svolítið allt annar heimur heldur en hægt er að upplifa annars staðar á Íslandi. Já, já. Þetta heimskauta landslag, þessar heiðar og víðátta, það er eitthvað sem fólk verður að heimsækja eða hefur heimsótt alla aðra staði. Sko. Akkurat, þú náttúrulega, og þessi staðir náttúrulega eiga það líka sammert að þú ert sko, staðinu umhverfið, þú binst þarna náttúrunni svo sterkum böndum eins og þú segir, Melrakkarsléttan langa og yfir til Bakkafjarðar, sko, þú ert ekki þú ert eins fjarri 101 hægt þú ert komin þarna eða það maður tala ekki eins og út í Grímsey, sko. Þetta er svo magnað. En í hverju felst ykkar starf? Ég meina, eru þið að íta undir, sko, þú veist, fólksfjölgun, það meina ég kannski ekki bókstaflega þessi klappstýru fyrir því, en sem sagt að fólk flytji þangað eða eru það að styðja atvinnuvegina eða, þú veist, hvernig lítur dagurinn út hjá fólki sem að starfa við nákvæmlega þetta? Hvað? Já, eins og ég kannski reifa aðeins á það, og þá þetta eru bara ýmis verkefni, ég meina eins og til þess bara núna þessa dagana, þá er fólk að hringja og er að velta fyrir sér, nú erum við til þess að auglýsa
bæði þessi verkefni eru með svo kallan frumkvæðissjóð. Aha. Þannig að nú erum við að fá hringingar frá Grímseyingum og þú frá þínu fólki sem að spurja út í sjóðinn, þessa sjóði og þetta eru sjóðir sem eru opnir öllum, allir sem vilja, allir sem vilja vinna verkefni í Grímsey eða sem að koma samfélaginu þar atvinnulífinu vel, geta sótt í þennan sjóð. Þannig að það er til mikið verið að hringja núna og spurja út í það, þannig að maður er líka bara hreinlega í atvinnuráðgjöf. Akkurat. Og fólk er líka viðhorf fólks er fara að breytast mun hraðar heldur en áður. Fólk er meira að fara að spurja sig, bara hvað vil ég gera í mínu lífi? Ætla ég að eyða mínu lífi á rauðu ljósi eða ætla ég bara að hætta elta fjöldan bara umhugsunarlaust og ætla ég kannski bara að flytja át í Grímsey eða Bakkafjörð. Akkurat. Og fyrir utan það að þá er líka, og við höfum eftir að held ég sjá það meira í framtíðinni, að fólk, fólk á ekki bara eitt starfsferil. Það er kannski bara læknir í Reykjavík eða Danmörku sem að starfar sem læknir í x mörg ár og fer svo og flytur út á land og fyrir að gera eitthvað allt annað, stofna ferðaþjónustufyrirtæki eða... Einmitt. Og Gunnar, hvað liggja nú sóknarfærin hjá Bakkafirðingum? Já, ég held, eins og Arnar var að tala það er atvinnuráðgjöfin og ég held að yfirleitt vantar ekkert hugmyndir. Það er bara að finna leiðir til þess að framkvæma þær og síðan styðja við fólk og efla íbúa í að sækja fram. Það fæðist engin snillingur í umsóknarskrifum en það er kannski eitt af því sem þarf að gera, það er að sækja í sjóði og annað. Já. Og það er svona eitthvað sem við eigum svona að reyna að aðstoða með en það er nærtækt fyrir okkur á Bakkafirði að svona horfa í kringum okkur því að svona báðum megin við staðinn Raufarhöfn, það var nú svona þetta pilotverkefni í brothættum byggðum sem hefur lokið svona þessu verkefni þó að auðvitað haldi stuðningurinn áfram og svo Borgarfjörður Eystri. Já, og þarna höfum við séð verið gert mikið í því að koma þessum stöðum á kortið gagnvart ferðamönnum, íslenskum og erlendum. Þjónusta við íbúa á staðnum hefur verið bætt. Já. Það hefur tekist að efla menningarlíf og svo eru komin frumkvöðla fyrirtæki og svona þessi hefðbundnu atvinnuvegir standa sterkari. Já. Og allt þetta viljum við sjá á þessum stöðum. Akkurat. Þannig að það er ekki bara eitt, það er eiginlega allt. Það er mörg hornin að líta í Þetta er dásamlegt að heyra því að eins og ég segi þessar byggðir, það er svo dásamlegt mannlíf allstaðar og við þurfum að styðja við það. Því að það eru kostur og gallar allstaðar og þarna hefur maður svo margt að sækja sem þú finnur ekki til dæmis í 101. Þannig að gangi ykkur sem allra best áfram í ykkar störfum og ég segi bara lifi landsbyggðin og áfram brothættar byggðir. Takk fyrir það. Og áfram höldum við eftir skamma stund að loknum einhverjum svolitlum skilaboðum.